Hæ-hó, syndasilir. Komnir, ferskir, þú komst svoleiðis. Ógeðislega ferskur. Þú komst húrrandi, flautandi inn. Já, ég það. Ég er búin að eiga, sko, að þegar við erum inn á veður og það er hádegi. Já. Og við erum inn á Klapparstíg. Ég byrjaði morgunum minn í Smáralindinni, að þegar nú er ég náttúrulega, sko, eins og hefur komið fram áður og þeir sem er í Close Friends, vita, á Instagram, ég ger ekki hinum þetta. Má sækjum í Close? Já, ef fólk biður ekkert mál, þú veist, og ef mér finnst þau hafa rétt að því, og ef að þau hafa þól á því að sjá all Úlfarsvöllin og líka sér ræktin. Ég er alltaf bara ánægður að sjá mér finnst þetta, sko, máli sumir gerir það ekki og sumir dæma svona, en fyrir mig þá peppar þetta alltaf. Í Close líka? Já, líka bara setja Close, þetta er svona náni sem hópinu veit, bara Svenni er að minnka. Já, hann er að minnka magan, sem er að minnka. Ég er sko komin í mjög gott form og sem er ánægilegt að segja frá. Og þetta hef ég gert án þess að láta okkur lýðheilsufræðing trufla mig með því að stöðva mína áfengisneyslu. Við enduðum seinasta þátt á þessu. Eigum við kannski aðeins að byrja? Já, en þú veist, það var bara eiginlega bara þetta er ekkert meira um að það að segja þannig. Þetta er bara eiginlega þetta er einhver lýðheilsufræðingar sem að vilja rífa niður áfengisölu á netinu sem að ég er auðvitað bara stórkostlega ósammála. Já, og fekk hérna þessi greiningi smá flug? Jú, hún fekk það og það var mikil ánægð með hana, sérstaklega meðal okkar manna, hægri manna. Já, segðu þú, en hvað vilja þá vinstri menn? Veistu það, nei, ég get sagt það, ég fekk skilaboð frá nokkrum vinstrimönnum sem að sögðu ég er sammála. Já, ég meina... Og ég sagði sammála hverju? Ég er sammála frjálsri sölu áfengis. Já, ég meina það má alveg vera vinstri og það. Já, þannig ég hugsa að vinstri sé bara hverfa. Yfir í hægri? Já, við erum bara alltaf verið hægri sinnuð, almennt. Já, þegar kemur áfengi allavega. Kemur að víni og frelsi einstaklingsins. Já, 100%, ég meina... Og stöðu kvenna. Það þarf að stöða hana. Stöðu kvenna? Já, þú veist, ég meina, ég er ánægður að heyra að vinstri fólki sé allavega smá til í 1-2 bjóra. Já, það er líka máli að, þú veist, inn í enda fólk er upp til hópa bara finnst gaman að fá sér vín. Hvort sem þú sér það gerir óhófi eða ekki. Já, mega það. Og sérstaklega fyrir hópin sem að getur á og má það og þetta er bara rosalega mikið frelsi að geta verið að spila kvöldi á milli jól og nýjárs og geta panta sér vínflösku, 2, 3, 5 eða meira ef sá gállin á og að geta fengið hann innan korters með volt. Draumur. Þú veist. Það vilja það allir. Erum við ekki bara komin alltaf góðan stað með frelsið okkar? Sko, jú. En ég var að hlusta á þarna þessar sumu konu sem ég var að gagnrýna lýðheilsufræðinginn, sorry, ég gríp fyrir Já, nei, ekki mann. Að þarna ég var að hlusta á skemmtilegt viðtal við hana og einmitt okkar mann Ella í Sandi í spursmálum. Og þau voru sko fyrr voru þau á Rás 2, á Bylgjunni. Þetta var í spursmálum hjá Stefán Einari. Sem eru þetta bara okkar maður þegar kemur að frelsi fólksins til þess að drekka til þess að drekka halló, við skulum ekki þurft ekki að fara meir í það en hann er það ógeðislega fyndin en það er annar mál hann getur gestur heldur betur, föstudagur heyrðu, en bursi frá því að það er of mikið að Stefán Einar við skulum býða eftir að minkja þess en allavega, máli er, þau eru þarna í debatti í spursmálum og mælum að horfa á þetta sem sagt þarna lýðheilsu Lára og Elli í Sandi sem að er að flytja inn og flytja inn og er bara með vínbúð í raun og veru bara geggjaði vínbúð hann er að velja skemmtilega vörur þetta er vínbúðin í Skeifinu, ég mæli með að kíkja hann var með Camden-bjórin og máli er að þeir eru sko með eiginlega sko upp til hópa vöruúrvali er verði hjá þeim læra heldur en á ríkinu þetta er sponsor þú veist, þetta er, ég menna, við erum að tala um það að verði er læra og áfengisverslu ríkisins hefur ekki dug í það að lækka verð eða mæta samkeppni. Þú veist, lokum búlunni. Og þetta var svona inntæki í minningrinn. En lýðheilsu Lára er þarna í spursmálum þar sem að hún allt í einu, hún fer á flug, lýðheilsu Lára, og hún byrjar að saka Ella sem er að selja bara ógeðislega mikið magn af flottu víni. Þú veist, hér erum við ekki að tala um einhvers konar sko vodka í börn. Nei. Þú veist, þetta er bara gæða vín í öllum flokkum. Þar sem að hún fer að kalla hann og líka hann við fíkniefnasala. Nei, og segir, þú ert bara fíkniefnasali. Hvað er ríki þá? Já, hún vil að ríki gera þetta með því, sko, með því hugafæri að ríki sé þó að selja til þess að geta staðið ströym af
á forvarnastörfum sem að sko bæði við þegar maður skoðar áskýrslu ÁTVR sem ég mælum að fólki geri það voru mjög áhugaverð þar hægt að sjá að ÁTVR hefur algjörlega staðið sig með sko eiginlega 0 árangri þegar kemur að forvarnastörfum og líka þegar kemur að því að þau hafa ekki staðið sig vel í því að byggja fólkum skilríki þannig að krakkar undir lögaldri eru raun og veru upp til hópa oftar en ekki að koma svo upp með það að kaupa vín í ríkinu sem að þau fá sem að er ekki hægt að gera hjá Sandi og fleirum, ekki í appinu og ekki á heimasíðunni. Nei, þannig að þú veist, þannig að í raun og veru erum við með okkar fólk sem að selja vín sem eru, í augnablikin þetta sprúttsalar þannig að það svo óljós lagarammi með þetta og þannig að þetta eru sprúttsalar sem eru að selja vín en standa sér betur í raun og veru í þó forvarnaskynni að því allavega að byggja fólkum skilríki heldur en ÁTVR. Það er stórt. Þannig að ÁTVR getur ekki staðið sér í forvörnum, þau geta ekki staðið sér að byggja krakkum skilríki og þau geta ekki staðið sér í því að mæta samkeppni. Þannig að þú veist, hvar er og þú veist, hver er rökin við því að halda þessari ríkisstofnun uppi? Hvað segir þið lýðheilsu konan okkar? Lýðheilsu Lára, hún ætla að segja, hennar rökir er rosalega fá, hún vísar einhver skýrslur sem er bara frá 1990 og svo fer hún að vísa í að þetta séu bara fíkniefnaselar. Það er bara eina sem hann hefur. Þannig að basically Elli sem er að selja bara geggja börgundi vín, bara ógeðslega flott. Velvalið og flott. Og hann er fíkniefnasali. Þetta er lýðheilsu Lára, en allavega ok, að mínum degi, nú skulum við fara í jákværa þegar ég fer á flug, lýðheilsu Lára hún, eða er einhver lýðheilsu Lára fyrir mér er svona íslenska konan sem að getur í raun að veru kveikt í mér, ekki örvandi hún örvar mig ekki, lýðheilsu Lára hún gerir mig reiðan hún gerir mig það reiðan að það gæti orðið líkamlegt ofbeldi djók mér finnst bara gaman að heyra þig á flugi með þetta því að það eru fáir sem að sko eru með þína reynslu og eða skilur á þinn þú veist, í mörgum sko börum og tegundum af veitingastöðum og börum og bara eins og þú veist, ég tók bæði fram þarna og ég meina þú veist, ef við sjáum bara ef við horfum á bara munin á hvernig fólk er að fara og hvernig fólk einstaklingar eru að vera að fara með vörur eins og fíkniefni, eins og vín eins og Lára vill meira að þá erum við að tala um að það er allt annað að sjá, það er allt annað að sjá bara ég sé það fyrir öllum mínu störfum hvort sem ég hef verið flugþjónn eða þjónn annar staðar eða verið með einhvers konar tónleika eða verið í einhverju partíi búið til, ég sé að það er aldurshópur sem er kannski upp á mínum svona að vera fertugt og niður þannig að kannski 20 til jafnvel 20 krakkar er að fara betur með vín heldur en ákveðin aldurshópur sem er kannski 50 ára pluss sem er nær lýðheilsu Láru í aldri og líka nær því þegar að úrvali var ekki eins gott ÁTVR átti allt hérna Bjórlíki. Og það var allt undir hjá þeim og ekki með góðum vörum en ég meina þetta er líka vegna þess að það voru bóða bönn og þetta er líka þetta er hópur sem að sko átti rosalega stóran þátt í að sko að fela áfengisneysluna sína einhvern veginn, þú veist, einmitt með því að drekka landa þegar það var ekki annað í boði ég meina, landin var jafnvel jafn góður og svo vodki sem var seldur á þessum árum og þú máttir ekki kaupa bjór þannig að þessi hópur kannski hefum við tekið á því fram á annað en þetta er hópur af fólki sem er ferlega upp í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og er ennþá með innprenta í bara sínu eins konar DNA-atriði að það er bara farið til þess að mölva sig að útlanda, það voru að fara út að borða þá mölverði og helgarnar eru keiriðar til þess að hrynja í það. Heldur í þér alla vikuna. Þannig að ef við leifum Láru og fleirum sem er líka yfirlæknir á Vogi, þetta er örugglega að í held fordómafyllsti læknir sem hættir að finna þegar kemur áfengi sem er líka að stýra einhvers konar meðferðarstofnun sem er alltaf algjörlega gali þannig að þú getur í raun og verið rétt ímyndaðir hvernig hún tekur á móti fíklum þessi kona. Já, hún horfir ekki hún horfir ekki á þeim með einhvers konar skilning eða þú veist hver er bakgrunnuðinn eða annað, nei þú ert fíkil að þú ert að nota fíknefni þú ert að drekka rauðvín, þú ert fíknefna neytandi þannig að þú veist ég held að við þurfum að stöðva lýðheilsu Láru og við þurfum að fá meira frelsi í þetta. Þetta er mitt send í þetta. Ég ætla að bæta einu skotti við það að ég var að hitta stelpu í Samfylkingunni fyrir svolítið síðan hægri sinnaðasti miðjuflokkur í heimi þannig að við erum bara ánað með hann en að finna var því að tala um að geta komist í bjóra eitthvað svona eftir lokun
ég hef aldrei séð hópa fólki, þetta var í COVID, byrjun COVID, ég hef aldrei séð hópa fólki kaupa eins mikið að bjór frá bjórsala á ævi ég veit minni. að það er náttúrulega samfélkingin sem er náttúrulega hér líka uppi, ég meina ef við horfum á, sko, correct me if I'm wrong, Óla og Steinar með 2 öðrum sko, ég held þú veist, nú gæti ég verið að tala með raskætinu en þetta, ég er að tala með tilfinningunni. Já, gerð það. Þannig að ég held að Vínstúkan hafi, sko, hún opnar þarna hvort það hefði verið 1 eða 2 árum fyrir COVID og ég man alveg eftir því, þú veist, þá var ég alveg að hjálpa til einhvað að taka á til aukavættir og það var í raun og verið ekki mikið að gera á Vínstúkunni. Svo inn komast COVID og þá er Vínstúkan með leyfi til að selja mat. Þannig að þau fáir raun og verið að halda lengri opnunartíma eða fá mér þess að vera bara opin yfir höfuð bara á tímapunkti. Það var svakalegt. Heyrði, inn comes meðlimir og skráðir meðlimir samfélkingarinnar. Þetta er fólki sem að hélt Vínstúkun upp og í raun og verið bjóð til Vínstúkun sem hún er í dag. Náttúrulega óþólandi kratabúlla en mjög góð kratabúlla. Já, ég meina þau eru greinlega og þetta eru kjósendur samfélkingarinnar sem að röðu sig inn á Vínstúkuna sátt í eftirpartíum, eftirsetum það er mjög gaman. Heyrði bjórsala, ég átti mjög góða stundir með Krötum Íslands í COVID. Ég er að sakna kratan í COVID. Kratar í COVID, það var stemmari. Flott, það var hápunktur kratana. Já, að mínum mati, hápunktur kratana. Ég hefði mögulega kosið kratana í COVID. Já, í þessu já. Allir er ánægði með Ölmu Möller og eitthvað svona, þú veist, hún er svo æði. Heyrðu, allavega, já, ok, vika mín. Ok, það er ekkert mikið að gera sér vikunum minni, en ég átti svo góðan dag, ég þarf eiginlega að fara yfir hann. Hvenær var þetta? Bara í dag. Þetta var í dag? Bara í morgun. Þetta er ferskt. Vissir það ekki? Nei. Ég sagði frá svo, en ég kom inn allsell. Já. Heyrðu, blístrandi, þetta var svo gott. Þetta var eiginlega eins og ég hafi verið að stunda bara geggjað kynlíf. Nema bara með, Nema það var ekkert kynlíf, en það er nægt í þessari sögu. Ok, let's go. Þetta er svona smá vísbending. Já, ég sem sagt að eins og ég kom fram áður, það var ég að komast í form fyrir einhvers konar strönd í sumar og ég er í ræktinu og er eitthvað hamast þar og hitti þar bara svona kunningja minn. Þetta er svona maður sem ég hef ekkert hitt það oft en þegar við höfum hist þá hefur við náðu alveg rosalega vel saman og mjög bara svona friendly notes og annað. Svona tenging. Já, svona vínatenging. Já. Og þarna og hann er eitthvað, heyrðu þarna Svenni, þú veist, hann var að koma inn á svipun tíma og ég, hann eitthvað, þú ert búin með æfingu, ég kannski kíkja í pottinn og ég eitthvað, heyrðu, það bara vil svo til að ég er bara með öll föt að því ég var náttúrulega bara að hitta þig. Já. En ég var komin alltaf fyrir líka. Þannig ég er bara eitthvað, já, þú veist, ég er til í pottinn og ég fer í pottimöðunum og svo er ég eitthvað svona böðlast að því að ég er í Smáralindinni í ræktinni. Á heimavellinum. Á höfuðstaðnum og þar er þannig að þú ferð í heita pottin og þetta er allt inni. Og svo er raun og verið bara svona skýta guð, bara svona infrared, hinn guðum var lokuð og ég er eitthvað svona, ég hef alveg verið til að fara í guð en ég þóli ekki þetta infrared. Ekki heldur, ég veit ekki hvað það á að gera. Ég vil bara fá þessa guðsu sem að fólk gera guðsu í infrared er eins og bara maður sitja í einhverju herbyggi bara. Já, þetta er þurrt og þetta er mjög sérstætt. Ég vil í sánu. Já, ég vil bara gamlu góðu sánuna og hann er eitthvað, já, ég er sammála og svo sem bara, heyrðu, ég býð í Garðabæ og hann er að vinna svona vaktavinnu síðan, þannig að hann er í frí í dag og hann er ekki býð í Garðabæ, viltu ekki bara kíkja kaffi og svo kíkjum við bara sánuna hjá mér. Hljómar rosalega eins og Move. Já. Hljómar þannig. Þetta hljómar þannig, en þú veist, ef það hefði verið einhver annar sem hefði mögulega verið með Move, þá hefði verið eitthvað, ok, skrítið, læt til leið, kynlíf í sálun, eitthvað þannig, en það var engin þennan orka frá honum, það var meira bara svona vinur að bjóða mér í kaffi og sálun. Já, kunningi. Já. Og kunningi einmitt, vinur í dag núna. Já, vinir, miklu vinir. Sko bestu vinir. Já, bara mjög góða vinir. Og þarna ég læt til leiðast, ég bara hef alveg góðan tíma og þannig og ert þú að hugsa þarna hann er mögulega að fara að reyna eitthvað? Nei, ekki það kom ekkert þannig fram. Það er magnað. Það er bara væpið sem hann gaf frá sér. Nei, það var væpið sem hann gaf frá sér. Ég meina, bara þú veist, þetta var hann einhvern veginn gerir þetta svo vel og hann er eitthvað svona, bara kaffi og sána hjá mér. Let's go. Bara ekkert mál, býð hérna handa við hotnið. Þú býr í flötunum, bara handa við hotnið. Bara heimavellinu mínum. Heimavellinu þínum og í raun og veru örlítið heimavellinu mín að það fer vel Já, þú er flottir í flötunum. Já, ég var ekki að gera flötunum. Já, FF. Heyrðu, Skipbull. Allavega klift í það að við bara, svo bara styrta á okkur og þarna, þú veist, erum við bara eitthvað í styrtinu saman og eitthvað smá spjall þar og svo bara krema ég mig og ég er bara tilbúinn
og hann bara, heyrðu þarna bara, þú veist, lætum að heimilisongið og ég fer þarna í flatirnar og svo bara fáum við kaffi og við erum bara eitthvað að spjalla daginn og veginn og svona eitthvað svona, núna sá hann bara hætti og lætum að hangklæði og ég finn á bað og setjum með hangklæði og svo löpum við sáninu og hann tekur á sér hangklæðið og bara sprellanum. Ég ætla búin að sjá því sturtina, það var búið að brjóta ísinn þar. Já, búið að brjóta tippaísinn. Það búið að brjóta tippaísinn. Og ég með minn lilli mann bara eitthvað, ok, ekkert mál bara, þú veist, ekki ætli ég að vera minni maður, var samt örlítið minni maður. Í þessi tilfelli. Í þessi tilfelli. Já, þarf ekki mikið, en ég teka mér, já, virkilega, og þarna, ég teka mér þarna, ég teka mér svo sítið þarna, við erum að fara svona fram og kæla okkur, eða út og kæla okkur, það er svona góla, smá mínusgráða. Já, næs. Þú veist, en þá er maður bara með, bara svo kaldur pottur í rauninni. Já, þetta er svona kaldur pottur í svona uppunni, herri, við erum í klukkutíma. Inn og út, já, bara þú veist, já, og svo svona lækkaðan og hækkaðan og setti guss, þú veist, það var, heyriði, ég opnaði hjarta mitt. Hann lifir vel, þessi maður. Hann lifir mjög vel, þessi maður. Og taka fram hann á konu og börn og þú veist, bara virkilega. En, ok, sko, inntakið í sögunni er í raun og veru þetta var, þú veist, það var eitthvað svo, þú veist, það hefði verið svo marga leiðir til þess að gera þetta skrítið. Þú veist, þegar hann til dæmis fer, þessi maður er örugglega eitt öruggas eintak af manni. Ég þekki nokkra, svona, og hann fellur alveg undir hennar flokka, hann er svona stórkostlega það örugur að sko flestir held ég gagkinni í gær sem ég vita að það hefur verið að fara að bjóða einhvern homma á miðvikudegi, hádegi, rétt fyrir hádegi í sánu, hádegi spil í einhvers konar sánu. Þetta eru menn sem að þú veist, þetta eru örugglega menn sem hefðu verið að reyna við mann ef þeir væri ekki svona öruggir, þú veist. Að þora að spyrja. Og svo líka sko, margir held ég hefði getið líka verið eitthvað no homo. Já. Þú veist, eitthvað þannig. Það kom ekkert svona. Bara svo þessu hreinu, ég er ekki að reyna við því. Já. Búin að skemmast. Já, það er búin að skemma. Það var bara skríti og ég er eitthvað svona, er hann að reyna við mig? Já, það byrja nú. Er þetta einhvers konar leikur sem ég er að fara í? En pælti í öryggið? Nei, en svo ég færi mig nær. Já, svo hann kemur nær. Já, hann er ekki nær og svo allt er ekki reyna en opposí eitthvað gerist. Nei, en þetta var eitthvað, og þetta var, þú veist, þetta var ekki einu sinni, þú veist, hann meira satt bara fyrir nálægt, þú veist, við sitjum í guðinu, tveir nakti kallmenn að ræða saman í guðinu lífsins veg og bara svona tilgangur lífsins og við fórum bara hann er svona djúpur, já, fórum bara mjög djúpt, fórum alveg djúpt í bara, þú veist, hvernig staða þjóðfélagsins hvað gerist í heiminum Kratarnir og Lára einhvern veginn í stuði, en það var ekki, það kom ekki svona, þú veist, það var ekki einu svona, já, þetta var stærra en að fara í eitthvað neikvætt og ræða Láru, þú veist, en þetta var einhvað og ég sendi á hann bara eftir bara þú veist, ég var komin hingað, ég fór upp í 280 bakari og fekk mér, og ég sendi á hann og bara þakkaði kærlega fyrir þetta, bara let's do it again. Já, og hvað segir hann? Absolutely. Ég nefnilega, sko, en finnst þér ekki til flott, þú veist, og svona átt að vera, fattur. Auðvitað, ég meina, þetta er allt í hausnum okkar með svona, byrju hvað ef hann hugsa þetta og þá er ég að hugsa þetta og hann hugsa þetta. Ég er í frí í dag, eina missunum mitt er bara hitta þú fyrir klippingu. Nei, þarna förum við, sitjum saman, ræðum við lífsins veginn á tillanum. Já, bara í sánunni bara unnaður. Og svo bara aður til út að kæla okkur inn aftur. Þessi gæja fyrirmynd. Heyrðu, haldur. Þetta er ekki búið. Svo segir hann bara, heyrðu, drifðu í sturtu og við fórum ekki í sturtu saman. Nei. Það hefði verið skrítið. Já, það er hversu stór sturta? Já, stór eða tvær eitthvað svona. En hann segir bara, viltu ekki bara sturta þig? Þannig ég sturta mig heima hjá honum og þetta er bara einhver gæi búin að bjóða mér heimsóknum sér í sánu, spjallum lífsins veginn, stærra heldur en Lára og einhvers konar löggjöf áfengis á Íslandi. Og svo fyrir ég styrtu, bruna á Garðabænum fyrir 280 bakari hitti því. Þú sást hvað ég var ferskur því ég kom inn. Sko ég held ég aldrei séð. Það var eins og ég hafi verið í 5-földum sálfræðitíma. Þú, án gríns, sem þetta hefur verið. Já. Sko ég hef aldrei séð koma svona, sko útgeislandi inn á veður. Örugglega by far eitt stórkostlega morgun sem ég ofta. Og þessi maður gaf þetta. Hugsa sér. En núna erum við, þú veist, ég get sagt það að ég og þessi tiltekni maður ég kann ekki við, einhvern tímann þú veist, þegar vináttan okkur er betri þá tekjum bara spjallinga, sko. Já, hann er þar. Hann kemur bara hingað, bara til okkar. Já. En
þú veist, ég búin að eignast vín í dag. Alfa-vín, sjaldgæft á okkar aldri að eignast nýjan vín. Já, og hann eitthvað svona góðum 10 árum eldri en ég. Já. Þú veist, þetta svona life coach moment sem ég eiga með þessum manni. Já, ætlan, svo sendir reikning. Gæti verið, mjög hár. Goddammit. Mjög hár. Plús rafmagnsreikning á notkun, einhver svona gufu eða hvað sem ég var að gera þarna, sánu. En mér finnst sko, því að þú nefndir eitthvað, þú sendir SMS eftir á, eða þú veist, skilabóð. Skilabóð, bara gott í slætaði DM. Svona follow-up. Sko, að því að ég lendi í rosalega löngu spjalli við Óla Páll daginn, í símanum. Og bara Óli Páll á Róstöðu. Hann er ákveðin godfather. Hann er godfather og hann er sko mikil fyrirmynd mín. Og ég alveg bara segja mér skemmtilega sögur og svona. Heyrðu, og vera smá mentor. Hann var þannig. Og eftir þetta svona klukkutíma spjall, þá var ég á ég að senda honum takk fyrir æðislega spjall, eða skilur, ég var svona Mér finnst það bara flott. Er það ekki? Já, mér finnst það bara flott. En það má ekki vera of seint heldur. Þetta þarf að vera það. Ég notaði klukkan þarna. Þetta er hálftími. Klukkari max. Þetta er hálftími 45. Já, ég sammála því. Það er á milli, það sem þú þakka, þú lendir í svona, ég segi brómans tengingu. Og svona gott spjall bara, og ég bara, heyri, þakka kærlega fyrir spjallið, kæri vinur. Já, og það er ekki að fara meira, bara þetta er bara einsetning. Komið og ég held að myndi allir kunna meta þetta en enn og aftur, maður fyrir að hugsa hvað allir hann fyrir að hugsa og hvað allir ég hugsi En sko, mál er þessi uppákoma morgun, þú veist, ég að bruna í rektina á mínu rafmagnsbíl sem var að verða eiginlega rafmagnslaus en ég fekk líka hlaða hjá hann Heyrðu, hann sendi reikningur Hann segi, já, það kemur reikningur bara orkun ofturinnar Heyrðu, en ok, mig grunaði ekki því ég er á leiðinni lappin í Smáralindina að taka bara hefðbundna æfingu að ég myndi enda á því að eignast nýjan vin nakin í gufu í Garðabænum Það er flott Vissi hann að þú verið samkynniður? Ég ger alveg ráð fyrir því sko. Já, ég held alveg þegar við höfum alveg að fara Þið hefði verið að þekst þannig að Já, ég ger alveg ráð fyrir því og ég er ekki, og málega sko, ef ekki þá er veit ég það að þessi gæi er bara ekki að fara eitthvað að vera eitthvað Bobby, hann er hommi, shit Nei, ég með, hann hljómar ekki sem típa sko. En sko, ég fór að máta sko ef ég myndi þetta er svo fyndið með kynin sko, ég var í Ég ætla líka að taka það fram, þessi maður lítur heldur ekki út fyrir að vera þessi típa Ég hlakka svo til að sjá mig Ég myndi á einhverju tímapunkti vera, hann er Já, maður veit aldrei, maður dæmir oft út frá útliti og svo er þetta bara einhverju heimsbyggi sánu meistarar en sko, ef ég fór að hugsa sko með svo veist, ef ég myndi verið í ræktinni og svo bjóða stelpu heim í sánu það væri rosalega erfitt að hugsa eitthvað annað en það væri múf en þetta er eitthvað svona kall og kall væp Þetta er kall og kall væp þú veist, ég veit ekki alveg, ég held líka gagginu konu og lesbía myndi alveg líka þetta er bara eitthvað, þetta er konu, kall og kall Já, óháð öllu hinnu Ég held að vera mjög skrítið ef að þú sætir í ræktinu og varir einhvað svona búin að hitta einhverja konu Ég var í gift með börn var einhvað að vilja kíkja í guðum nei, það er skrítið Það er held ég, því miður er það kannski komist þú einn daginn Það þarf að vera mjög sérstök tenging þar Ég vona einn daginn við sem human race getum komist þangað Þetta gerist aldrei Nei, ég sammála þessu Það er ekki hægt En talaðu að swinga tippinu Já, komdu, varst þú að swinga? Swinga, nei, sko ég aldrei swinga en ég hef swingað tippi ég er ekki náttúrulega gæin í sundi sem að lappum swingandi hringin tippinu alls ekki, en ég vil vera það ég vil vera meira eins og þessi gæi og já vin sem að er fyrirmynd mín í þessu því að hann fer úr öllu spjallandi við mann bara og tippiði bara nálagt manni og maður er eitthvað svona, ok svo fer maður í sturtuna og hann fyrst snýr sér skilur, ég snýr oftast sko baki út í það er bara einhvern svona náttu, ég gera líka heima hjá mig skilur en hann snýr sko að manni tekur sápuna og er bara svona skrúpan á milljón og alveg með dong sko og bara, þú veist, og maður er bara hell yeah, því líkur frelsi eitt af stórkosla sem ég séð sér einhverju kurtisir sorry, grípa fram fyrir þetta er eitthvað svona podcast í einhverjum sósíalistum þannig að eitt af stórkosla sem ég séð var Víkingur Kristjánsson vinnur Pótsins
og annar góðvinni þáttinni Stjórns á kalda. Já, bara hérna beint á móti. Þetta er latino-brasilian og ítalski fyrirfaktorinn. Þannig að ég hitti sinni sem vörklass og þeir eru að spjalla og þeir eru bara að knúsa hvern annan á tilanum. Eru bara að spjalla og þeir eru svona maður í Sérðu hvað þetta er kallmálegt? Já. Þetta er bara svona tveir flottir menn. Þetta er svona Burt Reynolds. Og smá, eru bara eitthvað þarna, þú veist. Þeir eru það alfa, þeir verða aftur gay og það er bara og það er engin feimni við það, við jafnvel að tippi slá sér tippi. Þeir hugsa ekki einu svona út í það. Nei, ég var ekki pæling, þeim bara finnst virkilega gaman að sjá, þetta er bara Goggi að kalda að hitta Víkingur Kristjánsson. Tveir alfa. Í alvörunni, sko, vá hvað ég væri til í að geggja flott. Ég er að reyna og þarna alltaf bjóð ég til einhverja klámyndi haustum á mér, en allt er góð með það. En þannig, og allir hinur örugglega líka. Já. En sko, ég er alltaf að reyna að bæta mig að vera bara svona, ekkert eitthvað svona, að vera bara, hér er ég. Málið er að ég er smá gróer, ekki sjóer, sko. Sammála. Þannig að það er erfiðara kannski að komast á hana stað, en ég ætla samt að óna það bara. Þú getur farið inn á bað, tekið svona 5 mínútur. En þá ertu strax byrjar að fara í hugsun að þér. Já. Þú vilt ekki hugsa neitt. Þú vilt bara En þannig var það áðan. Já, ég er að segja það. Nákvæmlega. Það verður að vera svolítið þannig. Það skiptir engum máli. Þú varst ekki að hita upp inn á baði fyrir sána. Nei, þá hefði ég verið bara eitthvað, nei. Nei, ég er að segja það. Þannig að hugsunin er ekki einu sinni í herbygginu. Það er galdurinn. Þetta var alveg stórkostlegt. Ég vil vera skrúbarinn í sturtunni og nakti í sánu. En við erum það bara, Danni. Ég er að segja það. Nú gerum við það. Handshake á það. Handshake. Nú skrúpum við til hann okkur í sturtunni, í almenni sturtu, lón og don. Skiljum eftir allt bara heima. Já, alveg bara. 1, 2 og Geir hafa hortið segjum og taka smá pásu. Það held ég. Komum við aftur. Og það með láka sér light. Símon, ætti ég að fá mér 1 light? Ok, þarna aftur að segja já. Já, hann mæli með, já. Má ég fá 1 light? Verður ekki að fara 1 light? Já, til þess að vera sæt. Þjónninn sem er alltaf svona að reyna. Já. Þarft ekki að henda einum að þig. Já, skvettinu í þið vinnur og það er, það verður nú bara miðvikudagur. It's 2 o'clock somewhere. Heyrðu, allavega, ég er komin í light, ég er að fyrir klippingu. Mér finnst sko klipping vera rosalega löglegt svona tips í atriði. Já, ég var að segja daginn, held ég við Símon í Mekka. Fucking handsome. Og Veður og fucking handsome. Rosa mikið að gerast. Þannig að ég var að segja daginn að ég er einhvern veginn sko, miðvikudagur er mínir dagar. Já. Þess ég kík í held, ándjus ég kík í valla á Veður nema á miðvikudagum og þá er þetta svona fæið með smá drikk. Já, og ég, sama hér, mér finnst það svona næs. Það er með bjór. Annars fyrir tómudagur hjá mér líka. Já. Ógeðslega næs. Já. Það er svona, að því ég teka alltaf frá fyrir þáttinn. Já. Á ég bara dag og þetta er svona myndagur, þetta er góðu dagur fyrir lætt. Hvað segir þú? Ég segja hvað ég er búin að gera. Já. Ég er búin að vera bara eiga svolítið heim upp í bústað og ég er að elska hvað er gott. Af því að sko, ég er þannig, ég er annarkvort sko miðbærin eða utan Reykjavík. Þú veist, ég skilur ekki Norðlingaholt eða eitthvað, heldur fara aðeins út fyrir og vera bara að hittast. Þú varst í mánuð í Rauðarholti? Ég er að fara aftur í byrjun. Ég er að fara að passa ekki bjóða með þanga. Kann ekki segja nei, sko. Ég er að fara að passa litla frænda, keyra hann í leikskólan Þetta er ákveðs æfing fyrir þú Melli. Já. Þarna, heyrðu, allavega. Ég er að hippast upp í bústað og þú veist, ég væpa. Þetta er ekki langur akstur. Þetta er næs. Þetta er bara, þetta er þingvelli, þetta er ekki steinstar frá. Ég er bara hálftíma rúnt upp yfir og bara hlusta góða músík og podcast. Flott. Vegalengdin er engin. Og hvað er þið að gera? Er þið eitthvað að strípast eða eitthvað svona? Nei, ég náttúrulega fyrst kem oftast bara í bæinn og er svona yfir allan daginn. Fer svo vel bara kvöldið, sko. En hún er að mála vatnið alveg og ég er að dúlla mér á gítar. Hún ætlar að mála Þingvallavatn eins og svona 50.000 aðrir hafa gert. Já, þetta er bara svona æfing. Flott, auðvitað. En já, ég er alveg sko, og hvernig tekst til? Orðin full hippi og þetta er bara geggjað sko. Er þið eitthvað smoke in the blood?
ég spyr, ég meina þetta kjörið tækifæri fyrir hassusa að gera satt, ég er búin að liggja svolítið, ég er búin að vera svolítið í CBD-inu já, ok og mér finnst það mikil stemming, ég elska lykt af grasi þú ert að reykja CBD já, wow. og það er allt eins því ég lúka eins og mest í stóninu en lyktin er eins og mér gaman að þú verður ekki svona slegin af vímu ekki CBD það er bara slakar á því það er bara slakar á eitthvað það er eitthvað voða saklaust það er allavega selt út í búð þannig að ef það er selt út í búð ekki ríkisriki þá mæti ég þannig að þú kaupi góð þjónusta og góð forvörð nei þetta er snild þetta er góð forvörð þannig að þú er ekki að CBD ekki gras þetta er voða krútlegt þú ert að reykja því CBD alveg í svefnin hún er að mála á meðan hún málar Þingvallavatnið ég meina og elda og svo bara þú býður mér í heimsóknar bara ég er með svona 0% bríó já, ég þarf að keyra við erum eftir að skölla okkur upp yfir, taka kójufullir í það við eigum það alveg inni sko. en anyway við eigum það inni ég og þú, veistu hvað ég held ég held að þegar ég og þú erum svo ótrúlega vel syngaðir þegar við erum fullir saman sem við gerum líka sjaldan ég hugsa að við gætum átt svona brómans tippamóment við erum líka búin að tala um það núna erum við báðið með það mindset ég held að við getum átt alveg brjálæðislega gott eitthvað svona, ég þyrfti mig einu svona að vera bara í sánu, það er bara eigum að sita saman naktir og ræða að fara á trúnu ég held að við verum mjög og knúsast líka ég held það við erum náttúrulega stefna að fara út bráðum við ætlum að taka Syndasilla ferð og það er nú oft sánað að gufa á hótelunum ættum að taka upp þátti naktir heyrðu hér sitjum við á tillanum og erum að fara í málin getur verið fyndið og ég er svona, þú sérð alveg, ég gróði ekki sjóður og þú er svona, ég get alveg séð það ég get alveg séð þetta geti eitthvað opnast þetta getur verið mjög áhverð við opnum á þessum díalóg það getur blómstrað eins og blóm opnum á þennan díalóg nema hvað Finnur sem sagt kemur í bæ og Finnur er vinur minn, hann hlustar, shout out hann er einn af mínum allra bestu og hann býr á Snæfellsnesinu við þurfum að fara í heimsókn þangað líka æði sko, það er ógeðslega gaman að hangsa það með honum það ger alltaf hjá okkur já, landsbyggðin og útlönd nei og hann sko kom í bæinu daginn, ég mistaði því og ég var geðfúll og svo kom hann aftur núna og ég sagði bara ok, fuck it ég hef búin að tala um að taka eitthvað rólega þangað til einhvern tímann bla bla ég var bara, við skýt saman það núna mér langar í bjór með mínu manni, Trúnó og allan pakkan þannig við gerum það þannig að laugardagurinn verður stuð krassa bara á mömmu, skilur staðan fyrir að bústaðast og það er ekki aldrei næst líka jú það er bara fínt maður við bara pantaði pizza og horfði bara þætti með mömmu bara allan daginn, bingsuðum bara eitthvað hún er alltaf eins og sér þunn og ég er þunnur hérna og mamma líka hlusta, mamma þú veist það sjálf nema hvað að vinnur okkar býður er hún drikkfæld? Alls ekki en hún er kannski svipa og ég skaman að leifa sér þið eru hósemis fólk þannig þú ert það en svona á milli finnst mér gett gaman að fara bara svolítið alla leið en svo bara að taka þér og það er svolítið alltaf ekkert ég er ekki vín með matnum gaur nei, ég er það alltaf að vera minn og minna það er sögum þess að ég klára flöskun alltaf já, ég minn annars skemmist þetta og það er alltaf en ég er ekki hósemis nema hvað að félagi okkar býður okkur yfir í drikki og ég pikk upp hambúrgara fyrir þetta því að þetta var bara svona að ég nenni mig ekki að kóta að borða ég pikka bara burger þetta er Garabæjavinnirnir já, pluss einn nýr sem kom út þetta er vinsmökkun á hópurinn sem er með PowerPoint myndum mig á að segja þeir á eftir næstu ákvörðun þeirra mjög spenntur þú mynd aldrei að giska á hvað framvittar en svo ég klára þetta kvöld þá, nei ég fyrir alveg kokk og fæ mér þetta einhvern hambúrgara eitthvað svona Oklahoma style mann hvað heitir, en það stóð undir Oklahoma style Cock. Já, vá hvað það var gott ég var að deyja, ég bara lof á Le Coq og þannig hambúrgara allir í feeling næst besti hambúrgarastæður eftir Two Guys á Íslandi sammála því og svo förum við til félagi minns og hann hendir alltaf í koktela og við hendum í góðan Trúnó þar og svo gaf hann að hitta svona 3-4 bara og geta farið í dýftinu svo förum við niður í bæ
Þetta á laugardaginn? Þetta á laugardaginn. Núna seinast það og við förum og við erum eitthvað hvert við að fara, nennum ekki röntgen eitthvað svona og heyrðu, það er bingo. Heyrðu, þú sendir mér mynd. Ok, ég setti í story hjá Syndasil. Já, við þurfum að vera duglegir. Já, við þurfum að gera það. Gera svona. Við förum hana og geggjustemming. Ógeðslega flott stemming á bingo. Ég hef aldrei farið almennilega svona á laugardagskvöldi, föstudagskvöldi. Nei, ég hef nefnilega gert það nokkur sinnum, sko. Þetta er vinsæll staður, sko. Þetta er bara böðin og skemmtilegt díkor. Já, og þetta er líka skemmtileg staðsetning að fara. Mjög. Þú veist, þú ferði þarna við bílastæðkjallarann, þú verið, einu sinni fór ég sveppatripp þar. Í kjallarann? Nei, við kjallarann, já. What? Ég var í íbúð, svo fyrir að pissa, ég verið séð þarna, bara smá innskott, ég verið séð öll, þetta er mörg ár síðan, ég verið séð þarna þú veist, þetta er alltaf út í graffiti og svona, mjög svona teiknumyndalegt og eitthvað svona ljóst og mikið litir. Þú bara í feeling. Ég var í klukkutíma örgulega, að mér fannst, kannski var það bara mínúta. Það sem ég horfði á þetta var bara, þetta er fallegasta sem ég séð í Reykjavík. Bara burt með Hallgrímskirkju. Svo labbaði ég á samt góðvinni þáttarins, öðrum, upp Skólavörðustíg eftir þetta kvöld og þetta var svo mikið fjallganga að labba Skólavörðustíg. Já, í þessum þetta er alltaf áður en John Snorri deyr, rest in peace. Það sem ég kalla, ef að John Snorri geti farið upp á Everest, þá get ég labbað upp Skólavörðustíg. Að arka upp Skólavörðustíg. Ég kalla eitthvað góð að vera svona out and about á sveppum. Já, þetta var mér synd nóttina. Þetta var, ég get sagt ykkur það, þetta var í COVID. Það var lítið annað að gera. Fyrir örgulega sléttum 14 árum eða eitthvað, þá tók ég sveppi og þarna með vinum mínum og við vorum að labba úti og við sáum 2 stelpur og við vorum allir bara strákar, sjáu þið er þetta nornir? Og ég horfi og ég bara þetta eru, what the fuck, við erum allir að fríka út. Það var öskudagur. Og við vissum það ekki, sem erum þetta í dag líka. Sem erum þetta óbæralsi dagur landsins þegar allir foreldrar Dýtri börnin, hendum börnunum. En ég ætla bara að klára þetta að því einu sem líka söfn, það er bara endi í keppni. Það er mörg ár síðan. Þetta er 15 ár síðan. Og þá var ég sveppatrippi með konu sem er mjög þjóðþekkt í dag og tjóðlum langar sann nefnuna. En hún er þarna hún er í brjálið, byrja á ó og hún sem sagt þarna, ég og hún erum þarna sveppatrippi, búin að vera í partí á Snorrabrautinni, erum að labba heim til hennar að því hún bjó niður á ykkur Baldursgötu eða eitthvað Baldurs og við löpum klifti að það er köttur elda okkur og ég náttúrulega finn mig knúni það að hugsa bara þetta sé látin amma mín. Já, auðvitað sem að hefði getað vel verið. Og var bara kannski var þetta. En þetta var bara amma Dæja. Og ég tek, og þetta var einhvers svona, þetta var ekki venjulegu köttur. Þetta var svona mjög dýr köttur. Einhvers konar norskur skóaköttur, sem að hefði glátt að vera inni. Stórt skott. Herði, og ég bara tekna kött að mér. Og það er bara amma Dæja. Já, það er gott að fá það. Hér er amma Dæja komin. Og við fyrir heim til hennar. Ég sopna á sófanum með ömmu Degi. Hvernig er óið með þetta? Er hún bara já? Já, við vorum bara svo vel synku saman og ég er hérna labbandi með ömmu Degi og svo er ég komin heim til hennar, fæ ég gist á sófanum með ömmu Degi, knúsa ömmu Degi, vakna daginn eftir og er bara hvað í fjandanum er að gera sér með hennar köttir og þá byrja að synga, þannig ég hleyfti bara ömmu Degi aftur út og krossa fingur fyrir hún að vera alltaf heim til sín enda að fara heim með einhverju hellu, þú fórst heim með ketti sem ég held að vera amma mín allavega, þú klára söguna þú ert þér niður í miðbæ við erum á bingo og við erum á bingo, eins og segi, flott íkor og maður situr hérna við gluggan og maður getur horft alltaf út þetta er stemning þetta er geggjast og horfum við í Skólavörðustíg já, maður svona sér hérna einhvern veginn út og þú veist og smá, eins og segi, leini ingangur margt sem er stemning við þetta svo er félagið minn eitthvað, ég er frá barinn ekki græði þig og hann eitthvað, hörru, jú, ég er til í sama og það eru með eitthvað og ég eitthvað, hvað eru þið með? Einhverja stelpur sem eitthvað, þetta heitir eitthvað shut into me, eitthvað og ég eitthvað, ok, cool við erum á barinn og þú veist, og það er gaur og hann svona kemur upp að mér og svona segir, get ég eða segir ekki það, en hann svona horfir á mig og svona nikkar svona, hvað mannstæði nikkar? Já, svona, hvað vilt þú? Og ég segi, heyrðu, já, það er eitthvað vín ég man ekki hvað sögðu, eitthvað sjattrdu, eitthvað svona, reyndi bara svona komaði út
sem að þá ferskar í minni, þannig að það var svona í áttina, veist, og hann svona horfir á mig og svona snýr sér svona á hliðina og fer að taka greiðslu hjá svona 5 manns. Já, á hvað aldurspil þetta strákur? Að það einu sinni þekkti ég bara alla strákana þannig. Ég ætla að segja 22 til 26, 8, 9, ég veit ekki. Mér náttúrulega svolítið að, ég veit ekki hver það var, sko. En sko, pælti samt þetta er skrítið, ok, hann svona, hann augljóslega á ég að panta hjá hann. Ég byrja að panta. En áhugin lítill á fá pöntunum. Hann heyrði, ég var að reyna að segja eitthvað á frönsku eða eitthvað og hann bara, þessi gæi, ég nennum hann ekki. Og fór að taka við greiðslu og allir að borga í sikkur, þetta var þarna Sævar Helgi, barþjóðn og einhverju vinir hans. Já, þeir gátu bara ekki borga, bara eitt tekur greiðslu og svo bara örur á. Nei. Þetta er bransafólk sem að kann ekki og veit ekki. Ætti að vita betur. Þá skamma þetta fólk. Sævar, takk þetta til þín, næstu þú fer á barinn með hóp. Tekur þú reikningin, svo lætur þú auðra. Já, og þá getur bara... Þú getur meira svo send reikning á liður, sko. Og það var alveg röð og þú veist, þú ættir að sjá það. Já, þetta er ekki lægi, allavega. En hann fyrir að rukka hann alveg 1 í 1. Slast á Sævar, já. 1 í 1, alveg svoleiðis, og ég stend þarna og er alveg bara svona, hvað gerðist? Eða skilja, þetta er svo skrítið, aldrei gerst á þau mig, einhver svona fyrir að taka pöntun og ég í miðri setningu fer og afgreiði næsta. En svo loksins kemur hann aftur og ég eitthvað, ertu tilbúin? Já. Og hann eitthvað, já, kom bjóður. Og ég eitthvað, já, það vín sem ég sagði hann eitthvað svona, já, örugglega þetta eitthvað, ég eitthvað, ok. Og 1 Guinness, og hann eitthvað, ok. Fyrir að gera Guinnessin, heyrðu, og hellir honum í Guinnessin alveg upp að. Og þú sem Guinness maður og í sambandi með Half Irish. Já, og sko, það var myndin sem ég sett í story sem sagt. Já. Það var myndin af sem Guinness sem var svona, þú veist, ógstætt í pressing, fróðan náði ekki upp. En þú sendir hann í þessu story, sko, Vondur Guinness Vondþjónusta frábær staður. Ok, má ég spyrja þig einu? Ertu búin að láta Jónas vita? Hann skoðar þetta bara. Ég er ósammála. Ekki? Ég segi, þegar við röflum í svona og við sem bransamenn og þekkjum 90, ég ætla að segja 95% af fólki sem á einhvers konar veitingastað eða bar. Ég held ándi og sko, ég þekki sko eigendana Monaco sko. Já. Það er svolítið flott. Já, hann er geggjaður. Já. En nei, ég er að segja, þú veist, við þekkjum bara fullt af fólki. Ég segi að ef maður lendir í svona atviki á bar, að við, og sérstaklega við sem erum með þetta podcast, að við eigum að láta eigendur eða aðra yfirmenn vita. Það er alveg góð punktur. Við erum bara, heyri, að því að við erum að láta ykkur heyra og við erum að röfla, að því ef við gerum það ekki, þá erum við bara eins og einhvers konar notandi matatips. Það er rétt, og það er alveg rétt sko. Þannig að þú ætti að láta Jónas vita. Það er Jónas sem ég myndi að Jónas eða Óla. Ef ég hefði Óli, láttu Óla vita. Eða Jónas. Óli var þarna, já. Já, ok. Ég hefði að segja þetta við hann. Auðvitað áttur að gera það. Já, en ég var bara svo... Nei, samt ekki, nei. Svo er það þetta. Ekki trufla ef var hann að vinna. Nei. Jú, hann fór að hjálpa reynda. Hann fór að hjálpa, af því að náttúrulega þetta var ónýtjungur, þessi viðkomandi starfsmaður. Já, ég senda Jónas. Já, það láta Jónas vita. En stundum sko... Jónas eða Óla. Stundum maður eitthvað svona... Já, maður gera kannski daginn eftir að 2 mínútur seinna. Já, bara eitthvað, ég ætla bara að láta það vita fór staðinn, þetta var ekki upplifun. Af því ég sem eigandi, ég myndi vilja vita. Ég hefði aldrei sendt inn ef að það hefði verið bara annað. Það er gott ég að senda inn, sann. Já, maður verður að vera tölum. Við tölum vel það sem við fílum og við verðum að hafa móti. En þá verðum að láta eigendur eða reyðmenn vita. Ég takkaði bingo, sko. Já, reyndar. Mjög flott. Gott move. Bitchy move. Nei, ég setti það út fyrir... Ég setti takki út fyrir hann að sást ekki, skilur. En ég mér langa að... Það var eiginlega ég að segja... Takk aðeinslega fyrir einhver sem er les ekkert í millinu. Þá hugsaði ég bara, þér sjá takk. Takk fyrir komin að Danni. Já. Ok, þannig að þetta var þitt. Nei, ef þetta hefði bara verið Guinnessin eða bara þessi stekstu hvernig var svo kvöld yfir höfuð? Þá hefði ég sleppt. Þetta var það lág á þér allt kvöld, eða ekki? Nei, ég er viss hvað ég fljótur að kleima. Það var eitthvað svona kombo sem að fekk mig til þess að setja þetta story. Mér samt gott story. Svo fórum við á Irish ég er ekki að kíkja á þetta eftir, ég ætla að fá mig lætt þar eftir. Alltaf svo næs að við þarna og við stóðum hana og ég og Finnur bara á geggjuróli einsi þarna líka félagi minn og ég var, og svo bara var ég og einsi bara knúsast og og Finnur og svona ítalst svona algjörlega, þetta var mikill brómans, gott kvöld í sálina og alltaf gaman að hitta á svo þarna það var ég svo bara heim og basic, þannig að þetta var svona stutt
en mjög vel nýtt laugardagskvöld og svo var ég ógeðslega þunnur og ég ældi daginn eftir nóttina nóttina? Já, það var bara, ég hef ekki ælt svona nótt bara á áfengi Var það varst inn í Garðabæ? Já Þetta hefur verið leigubílaferðin Ég held það líka Það er bara Ég nefnilega sko Vá, hvað góð sko, verandi einna prinsum Kópavóks fyrir utan alltaf Beiti Ólafsson nýjasta miðflokksmanns í Kópavogi, það er hann að mál en þá er ég þarna en sko ég nefnilega man og þegar ég hef tekið leigubíl inn í Kópavog eftir fyllir þá er ég alltaf miklu verri leigubílaferðin fer með mig en við sem búum í miðbænum ég verð bílveikum þegar þú ert með slappan þannig en við sem búum í miðbænum við eigum alltaf þetta og sérstaklega við sem erum norðan, austurlega inn í miðbæn að þarna þú veist, ég á alltaf þetta 10 mínútur lapp kemur við kaupir eitthvað lala, þannig er einhver svona rútína en að fara beint inn leigubíl eftir að vera á Ærismenn búin að vera í svona semi-sleik við Finn sem er leiðin upp á Snæfellsnes 100% þá einhvern veginn þetta, þú fær bara beint í leigubíl og þetta er ekki gott, þetta er leigubílferð þetta er 100% við erum búin að greina það og af því að ég náttúrulega man ekki hvenær ég gistið senast upp í Garðabæ eftir, sérstaklega í djammi skilur og þannig að ég hef alltaf labbað heim og ég var bara eitthvað, ég er ekki búin að æla í mörg en var það ekki bara allt í lagi? Ég læt mig oft æla daginn eftir það var Ferrund Branca og Guinness æla ímyndaði litin sko það er dökkur litur allir í feeling Black Lives Matter þetta var eitthvað þannig sko Black Isla Matters og svo bara þinka dauðans og bara en pizza með mömmuðinu og einhver það var næs við bara bindsum rehearsal seríu 2 allan daginn átum pizza rehearsal, góð þetta geggjar, seríu 2 er flug það? Já, þetta er eitt af það skemmtilegasta sem ég horfði á sko. en ógeðslega næs, ógeðslega góðu þingudagur og svo bara upp í bústað allir í feeling en heyrðu, svo er meira af því að svo á mánudeginum var ég að taka upp myndband og þetta var kannski smá svona bústaðarvesen að ég þurfti svolítið að bíða eftir næsta dæmi sem ég var að fara að gera þannig ég kláraði eitt dæmi og þurfti svona að drepa 2,5 tíma til næsta dæmi og ekki geta að fara heim þannig að ég fer að sjálfsögðu í Smáralindina í matvöllina hvað fannst þér? Nei sko Garðurinn ég fer að drepa tíma bara, ég var ekki svangur en mér langaði bara að skoða betur, ég hef einhvern veginn aldrei séð almennilega Sérði fyrir þér einhvern veginn þú getum af gæðustundana? 100% sérstaklega af því að Alex sem var á apótekinu í 7 ár hann er skemmtilegur hann er flottur hann er mjög skemmtilegu gæi hann er komin í Juicy Sushi gengið sem að tengist þarna Sushi Social í matöllinni bara hann er bara þarna eru núna Bent og Alex búin að koma sér fyrir bara hugguleg heit og með gott orðspor og ég hef alveg fengið eitthvað gott hjá hann með surf and turf action þannig að hann er ekkert eitthvað í posthúsdæminu sem er náttúrulega bara túristar og leiðindi við kannski fáum okkur en eldfjallarúlu og hvítinsglasar það held ég, eina kjandi en sko, í staðan fyrir að vera hérna þú getur ímyndaðir að vera hérna í posthúsræti í túristaþrótinu, þarna er hann bara með lokalinn þarna ertu með lokalinn þarna ertu með 201, 200 þú ert með Garðabæinn, þú ert með 210 þú ert með vin minn í flutunum þetta er geggjaður lokal þú ert í raun og veru með krem de la krem af saltjarðarinnar í lélaustu og versta liði en á sama tíma besta þetta er allt fólki sem ég óbyrgt á en elska algjörlega þetta er fólki sem ég langar ekki að vera en er ég hringdi Víkingur daginn og sagði Víkingur hvað verður mig, ég bara því ég er alltaf röfli yfir Íslendingum og hann segi Svenni þú ert svona. Íslendingur ekki Íslendingur, þú ert þessi dýpa maður er það og maður, en ég menna þannig að þú sé þar einhvern veginn að þetta er næsta sálfræði sjálfskoðun, heyrir í nýja vininum ég fer yfir þetta með honum fer yfir þetta með náttúrulega mínum manni Blöndal sálfræðing Magnúsi já, það er nóg að gera ég ætla að taka pási, ég ætla að ræna að læta á hópnum það er að gera það komin aftur þú komið með splungun í hann Þýfi Light Þýfi, já, ég meina ég borga þetta eftir já, þetta fyrir reikning eitt Light ég er svona óð á barinn það fundur Símon og Svangvít og fleiri eru á fundið þannig neyri
og ég hugsaði, ég ætla ekki að trufla þig, ég ætla að fara að bæðin og það langt sinni mynda dæluna. Það er gaman. Og veistu, að ég taka eitt fram, veistu hvað ég er nefnilega að spá í að hringi Gunnar Karl á dill, því ég er búin í klippingu eftir, og spyrja hvort ég kíkja við hjá hann á dillið, og ég held, ég myndi ekki segja þetta, ég þurfti greinlega bara langa pásu, að það er farið að kýtla í mig að taka einu og eina vakt. Þetta er svo með mig. Já, þetta er eins og ég held að þú hefði aldrei ítt þetta undir og svo líka var ég eitthvað að vinna daginn, ég var eitthvað að vinna á sagklass og ég var eitthvað með svona brjálaðislega fændæn þjónustu að það var eiginlega þannig að starfsmaðurinn og fyrsta freyjan og gestirnir voru eitthvað vá, þú veist, þetta svona er fólk ekki mikið sagaservice og ég eitthvað, ok, nú verði ég að fara að ná aftur mínu gamla góða þú veist þannig að mér langar þjóna á hæsta að fá að taka eina vakt til Gunnar Karla og kó og já svo vantar hostinga á veður nei, ég vil ekki tjammið, ég get ekki tjammið en mér langar að fara ég gæti mögulega að tekja eina vakt á vínstúkunni, ég held að ég er búin að brenna þær brýr eftir einhver derring sem ég var með daginn en það er líka matur, ég er svolítið með matur mér er svolítið gaman að vera að serva drikki þetta þarf að vera bundið með matinn og líka dillið er bara, þú finnur ekki flottari servi já, það er bara það þú vilt vera á hæsta kalibri en við vorum að fara að peppa hérna Food and Fun en í öðrum fréttum þá er Duck N' Rose að fara að breyta já og veistu það, ég ætla að ánæður það er komið eitthvað nafn sem heitir, hvað hann heita? Hvort það verið Gamla Ísland þetta er Sigmundur Davíð þetta er markhópurinn þetta er miðflokksmenn og nokkri framsóknarmenn nokkri sjálfstæðismenn, konið saman Gamla Reykjavík, ok, þar er ég sammála það er skára en samt, ég veit það ekki það er ekki alveg jafn svona en þetta er íslensku já, ég veit það, við þurfum að peppa það því að ef það væri eitthvað Old Reykjavík þá var ég bara en ég get sagt það, ég fór einu sinni á Duck N' Rose bara einu sinni yfir alla tíma já, ég fór alveg oft það var 2 fyrir 1 ég var ekki hrifinn nei, 2 fyrir 1 það var líka á einhverjum svona selfie tíma þegar það búið til einhver svona, þú veist veggur sem fólk getur tekið mynd af og ég er ekki hrifinn leiðu þetta orðið einhvers konar samfélagsmiðla atriði þá get ég ekki fjallkonir hræðilegt þetta er ekki klassi og þetta er líka bara búið nei, þú ert líka bara með einhverja mjög lélega típur að láta taka mynd af sér fyrir það að fá einhverja svona, ég veist það, ég á svo marga vinkonur sem hafa verið einhver, ég er fjallkonan ég hefur ekki séð þetta, fjallkonan svo er ekki mynda Ásunninu eða Þórun Antoníu eða Dóru Júlíu eða eitthvað svona þessu liði og gjafabrif í staðin, hvað er það? Fá gjafabrif, svo faðabrika 50 og það hafa ekki undan ég hef á þeim tímpunkti þegar sko eins og Ásannin og fleiri voru að láta taka myndir af sér sem einhver svona fjallkona mjög skrítið af því að þú ert með einhver svona lélegt Carpaccio og svo ertu með mynda Ásunninu og fleirum sem fjallkona, með allir virðingu, ég elska Ásunninu og Kósko, en þessar konur og Þórun Antoníu og fleiri það hefði ekki undan að bjóða manni út að borða þegar vorum sem í fjalla einhverju gjafabrim ég aldrei borðaði jafn mikið á apotekinu öðrum þessu stöðum. Fyrir að vera fjallkona mér fannst þetta að minna mig svo á svona stelpu vikunar að ég séu heyrt svona. Já, ég reyndar þú veist það hefði mátt gýra það meira þannig einu sinni viku kemur eitthvað svona hérna er gæla vikunar og fjallkonni komdu bara fjallkonna og horfa Ásunnin á tútum Ása, elsku þig já, hún er besti heimi við erum að bruna, veistu hvað við þurfum að gera? Hvað? Að hún verið ekki alltaf komið til okkar víst? Haldur nei, ekki Reykjavík við þurfum að koma til fara til hennar Selfoss nýjasa plan þetta er samt mjög auðvelt plan og við getum eiginlega bara senda á hana eftir út í grúpu og sendum á hana bara hæ með við koma til þín og jafnvel getum við tekið upp bara, þú veist, þótt að sé helgi eða ég veit ekki hvernig vaktaplanið hennar er. Við getum heyrt einhverjum stað. Heyrum við Tomma Krús, Kaffi Krús. Fáum að taka upp á Kaffi Krús og verðum að sjálfsögja ekki edrú, þannig að þú veist það þarf að vera einhvers konar gistingiboði, við þurfum að plana þetta. Já, eða bíll. Sem að keyri varlega, svo við ælum ekki. Já, þetta er gott. En svo ætlum við að... Heyrðu, í framhaldið látum við skutlast í bústæðin á Þingvöllum, tökum kójuna þetta er bara frábært. Við erum aldrei að fara frá Selfoss við förum á stóra sviði, eitthvað sviðið eða hvað sem heitir hérna, við erum á tónleika og gistum hérna hjá Ásu það
Þetta verður gaman, þetta verður góð stund. Eitt shoutout sem ég langar Já, talandum, ég líka með last. Talandum sameiginlega vinkonur, ég heiti Ölbu. Alba. Bara út á götu, hún eldist ekki. Hættur þessa lesbi á Íslandi sem eldist ekki. Hún lítur svo vel út, hún eins og sé yngri en fyrir sko 12-13 árum. Ég held hún hafi líka yngst við það að fara að verða þarna yfir Himbrima á trínu og að gera vel þar þannig að sjára þar líka þannig að ég vildi bara hendi smá hrós á hana hrós, vá og ég ekki viss að hún sé að kíkja í húðlæknastöðun eins og við flest nei, hún líka bara með þarna einhver gen frá einhverju já, hún náttúrulega með latínó Kólum, nei þarna Guatemala nei, ég man það ekki, allavega einhver starf á þessum og það er að hjálpa þetta Mið eða Suður-Ameríka og þetta hjálpar allt saman í hálfu sérstaklega en þú veit hún flott sko ég man alltaf þegar við vorum að vinna á slipparnum og því meira sem var að gera og því meira sem var meira að skýta flott því meira einhvern veginn lyftis hárið hennar upp mjög skrítið hún er ekki þessi bakki, ertu að halda þetta blæði hún er ekki fyrir alla en ef þú vilt láta búa til góðan þjón úr þér og aga þig þykkan skráp já, hún þykir skrápin ég held að sé meira það sko þú þarf að vera tilbúin í að leyfa henni að þykja skrápin já, og þá kemur það bara út sem örgleitt besti þjóð á Íslandi sko. hinnir hlup út grátandi já þeir gátt ekki og ég meina þá eiga þau ekki að vera í bransan fólk fór grátandi út bara já, það er bara eðlilega, meira svona beint bara í sálfræðin í háskólanum já, einmitt beint þangað, það er í góðum feeling því líkir auðmíkjur, já, halda fram heyrðu, ég ætlaði að segja hvað nýjasta hugmynd vinahópsins mín mér langar að spara það ég ætla að spara það ekki gera það, nei þú mátt það ekki þú verður að gera það núna á ég að segja það? Já okay. Nei þetta má ekki koma svona þetta einhvern svona lélæsi kliffangjar sem ég nei af því að ég gæti alltaf haldið mig sjálfur sko, af því að þetta er svo lélæg vá, ég tek stóran sopa af þývinu ok, þetta er svo erfitt sko. það er þarna vinuður sem var eitthvað heyrðu, ég er ekki að hugmynd, þú vorum búin að vera að ræða þetta hérna nokkuð okay. að taka bara svona dag það sem að við bara svona keppum bara í milljón íþróttum förum bara í hástökk eða veist hvað sem þetta heitir allt skilur, langstökk og förum í padel og förum svo í þessa íþrótt og förum svo í þessa íþrótt tökum bara heilan dag og höldum stig yfir daginn og ég bara þetta er einhvers konar svona ég stiga söfnin eins og þú veist menntaskólanemar og gæsanir er að gera nema bara verða hvað gerir svo í endan? Svo farið eitthvað bjór og eitthvað svona allir ógeðslega þreyttir og sko ég hugsaði en líka hversu mikið svona keppnismar ok, er þetta típa sem að stingur upp á þessu sem myndi mögulega vinna allar þessar áskorunir já, veistu það, þetta er að mann afgreina þennan mann þetta er Arnar, er þetta Arnar Dúll? Arnar? Já. Arnar, nú þurfum við að detti það saman ég held það ég segi Arnar, ok, haldiður ok, ég maður áskorna Arnar ég skal fara með þér bara persónulega í svona keppni ef þú kemur í drykkjukeppni við mér og svo beint í ég skal koma í hátu ég treysti mér ekki það er ekki það stúrt nei. Sjónar og grófur, við erum búin að fara í gegnum þetta já, sjónar, nei gróður og sjónar já, ég er hvorki gróður en ég sjóar nei, en ég segi Arnar, kom þú, ég skal fara með þér í þarna hástökk og langstökk og allar þessar trilleringar frjálsu íþróttir sem að hann stundar og kennir og kennir hlaup eitthvað svona svo skal hlaupa, en veist það, ég er svo mikið keppnismann ég vil þú fara í þetta ég er að segja ég er til að fara í þetta með honum ef hann kemur með mér og eyðir heilum degi á fyllir í með mér sko, þetta er nákvæmlega eins og ef ég myndi vera við vinahópin minni úr Kópavogi sem er mjög miklir hófdrykkjumenn og bara hóflegir yfir höfuð í alla kanta frekar leiðilegir en yndislegir ef ég myndi vera eitthvað hi boys, ef ég kom í drykkjukeppni það væri nei þú veist það væri, ég menna þetta er ekki sanngjarnt þú stingur ekki upp á svona ef þú veist þú ert að fara að vinna ég fór að stinga upp á svona hvað með að hafa inn í þessu hver fljótust þau taka bjór eitthvað svona reyna að haka stuð já, og hvernig var tekið það? Já, það tekið vel ég, en málið er bara að þetta er nú ekki allslæmir menn mér þykir vænt um það mér líka, en ég nenni ekki að fara í einhverja backpressu með strákunum að keppa einhverjum íþróttum sem þeir stunda þú hittir þessa menn eftir á og vera eitthvað skítapa ég var eitthvað, fyrir mig lasertag þá líka
það ekki nóg og eitthvað blöblöblö, ég eitthvað, oh my god, það má ekki vera skemmtilegt. En það var svo gaman ykkur leysidag. Það var eitt skemmtilegs aktivitet sem að því sem við nóg bara við gert, miðað við hugmyndir. Miðað við hugmyndir. Vá, má ég koma með, má ég hitt, ekki sendi þetta, en ég ætla að koma með þú veist að fá mig bjór með ykkur. Ég vil vera eins og Finnur, ég vil detta inn í hópinn. Já, einsi. Það var einsi, ég fyrir ekki. Hann kom svona setna og gerði það vel. En sko, málið bara að sko, þessi menn komast ekkit endalist út á lífið og ég fekk svona, erum við að fara að sóa heilu stuði. Akkur farið ekki bara ræktin og fá ykkur bjór eftir eins og bara eðlilegt fólk gerir. Já, og þeir geta keft í backpressu eða eitthvað meðan og gefið stig og þú veist, runga skilur eitthvað svona, mér finnst þetta bara... Ekki sita naktir í sánu. Nei, fyrir hádegi að miðvikuti. Nema einn, Að það, hver það? Nei, það sem ég var að tala Já, minn, já. En já, ég veit ekki, ég fekk svona anskotina því að ég var komið hugmynda eftir sáku, þurfum bara í að rýna og spilum Mario Kart. Þeir eru búinir að því samt, þú veist, það er ekki að gera aftur. Og fyrir svo beint í Smáralind og í skemmtilega salin, garðin, fara í skemmtilega leiksalin, fara í leysitak, fá sér bjór, það er svo gaman, leikdagur. En pældi þið líka, bara svona Peppa 201, þú veist, Peppa Hagasmáran, þar sem að Smáralindin er, til dæmis. Og pældi í hvað þetta að gera margt á þessum punkt. Ég veit það. Þetta er bíó, þetta er leikjasalur, þetta er arena, þetta er leysitak, við erum með garðin. Við erum með flotta mathöll. Og þarna getur hópurinn Arnar og Kó byrjað í ræktinni. Þarna er rækt. Þeir geta mætt 8:30, opnar 8:30 á lögutum, geta mætt þarna 8:30, tekið út sitt, tekið út sína backpressu, svo geta það að fara í óruglinu og þar tikið á móti. Þar kemur þú inn. Besta við þessa mathöll innskot er að það eru sveittir Sparrow og Subway og svona staðar. Þetta vantar í allar hérna mathöllunar. Það er sjoppan. Já, það er heiðarleiki í mathöllinu. Þarna er sjoppa. Þess vegna segjum við Srúli indversku hjá Reykjavík Greipæn, kíkið í Hagasmára. Án gríns. Besta mathöllin. Ef að Norð verður ekki besti staður út á landi á næsta ári, þá mun ég sjá til þess að ég mun aldrei, að þú veist að ég mun búið til eitthvað plan með þetta. Við ætlum að senda mail. Og ef að mathöllin í Hagasmára, sem er ekki, þú veist, ég neita líka, ég fann að neita því þegar fólk er ekki, heldur manni kíkja mathöllina í Smáralind, þá er alltaf eitthvað, bíti, ertu að tala í Hagasmára? Já, afsakið mig. Þetta er mathöllin í Hagasmára. Já, og þarna er svið, káká að spila maður. Þetta er upphækkun og þau fengur káká líka, það er svo flott að sína bara hei, káká hægt. Það er bara mjög mikilvægt að fólk taki og þetta er mathöllin í Hagasmára. Já, það er flott. Ekki Smáralind. Takið þetta til ykkar. Það er bara hópurinn. Og ég ætla líka að vera að nota þetta. Það er smá þarna, ok, það er Food and Fun sem er 20. og held ég núna 5. til 1. Já, og við eigum nú einhvern þátt í miðri Food and Fun sem við getum kannski við eigum eiginlega bara í næstu viku getum við farið, það byrjar Food and Fun. Við erum með þátt í rauninni bara beint inn í þetta. Við tökum eitthvað Food and Fun í næstu viku. Ég ætla að lasta smá. Ég verð eiginlega bara að lasta á skíðaferðir og fólk. Ok, hvað er með það? Þetta er bara, þú veist, ég er búin að sjá, ég á svo marga vini sem bara múin að vera einhvers konar skíðaferðum. Já. Og annar hver maður er að koma heim í hjólastól. Mamma brotnaði fólk auðvitað á fyrsta degi? Nei, reyndar ekki, en hún brotnaði í janúar, annars skiptið eða eitthvað, hún haltrar upp allt núna. Ég þekki fólk sem bara múin að vaða einhverju skíðaferðir og er bara eitthvað, já, nú er bara stemmari og svo detta það svo mikið í flugstúlegs Eiríkssonar. Það er svolítið þannig. Og fara rúlandi út og svo gleymir ekki fólk, hvort sem þú ert að fljúga til Innsbruck í Austurríki eða þú ert að fljúga til Verona, hver sem er, þú veist, þetta lið á alveg góða 3 tíma eftir. Já. Þú veist, þú ferðu vélinni, kófdrykkin, svo veður inn í einhverju rútu á 3 tíma til þar, þá ertu með einhver svona þýfi sem voruð að taka flugvellinum, hellir í þar, svo eru svona 99% líkur að því þú sett byrjuð eða byrjaður að halda fram með makanaðinum í miðri rútuferð eða flugferð. Þú veist, og þetta er allt saman á fyrstu klukkutímum ferðarinnar, svo ferðu upp á fjalldaginn eftir, skíðþunnur, augljóslega ekki búin og stró í róm, augljóslega ekki búin að skíða mjög lengi, bara snjóleysis, þú veist, þannig að þú ferð einhvern veginn ekki uppbyttaðir, beint í svörtu, beint í brekkuna, fóbrýtur þig, opið beinbrot, þú setur allt þetta. Það er sjúkra snjóbílinn að sækja þig. Það eru 10 farþega Icelandair að koma heim í hjólastól. Já.
Þetta bara fact. Eftir eina skíðaferð. Og þar á meðal, einn maður sem reyndi að fluga með EasyJet sem heitir Ralf Svansson. Já. Hann prjónaði yfir sig á fyrsta degi, beint í hjólastól. Heyrði, hann er sko á Luton-flugvellinum. Þetta bara núna? Já. Hann var á Luton-flugvellinum að láta rúlla sér upp í hjólastól. Reynda næs að ferðast í hjólastól. Mjög gott, fyrstur inn í vélina og allt þar. Já. Og hann er einhvern veginn bara rúllaður inn og hann er núna bara eitthvað lemstraður að Akureyri af því að hann fattaði ekki að hann er ekki hæfur til þess að skíða. Vegna fyrir meiðsla og vegna þess að ofdrykkjan er svo mikil. Já. Svo er það annað með þetta skíðafólk. Jesús minn almáttur, þetta er svo mikil plebbar. Ég ætla aldrei að skíða. Ég ætla aldrei að detta inn í hóp. Þetta er stórt svæði, því ég hefði alveg getað ímyndað mér þú í flottu dressi. Ég hélt að ég væri það. Þangað til ég sá myndir og hef séð myndir af vinum, vandamönnum og kunningjum og það eru þemadagar í miðri skíðaferð. Það er ekki í lagi, það er ekta minnhópur. Það er hérna íþróttamennirnir. Þetta er ekki í það þarf að stöða þetta og það er eitistemi og það er svo í einhverju búningum að þvælast í einhverju brekkum í Austurríki eða Sviss eða Ítalíu eða Fraklandi eða hvar sem þessir alpar eru einhvers skar á heimskortinu. Þú veist, ég geti þetta ekki, ég neit. Þá meina ég by the way minn skíðahópur, ekki strákarnir sem betur fyrir. Nei, strákarnir mínir. Já, strákarnir mínir, sem ég fann að kalla strákarna mína. Við erum svo betur fyrir ekki þemapartís vinahópur, það er stórt. Nei, það er mjög gott. En í alvöru, þetta skíðalið sem að mætir og ég hugsa, já, það er, þú veist, það er einhver, þú ert að fylli einhverja hamingju sem er ekki til. Og þetta einhvern veginn, þú veist, að mæta með túpur á hár. Í brekkuna í svona heilgala, svona skísugala með beltið í einhvers konar dínu prinsessu dún, praga ég bara, það þarf að stöða þetta farið þið bara á bretti, farið á skíði verið full, allt er góðið, fóbrötið ykkur mér er alveg sama en fuck off að þið ætla að fara að henda liðinu í einhvers konar thematri og þú veist, þarna segir einhver you do you af hverju þetta skipta þér af fólki ekki you do you þú veist, ég er meira bara að dæma hópin ég er að segja, stöfðið þið þessar skíðaferðir með þematum ef ég var að stýra fjallinu í einhvers konar þessum ölpum fjallastjóri ef ég verið fjallastjóri, nú var það mjög gaman það væri þetta einhvers konar, þetta væri þú veist, ég með einhvers svona Himmler og Adolf Hitler takta þú veist, það er ein brekka rautt spjald á þannan já, ég væri með rauðspjald á lofti bara beint niður og þú fer í dagspann en ég myndi segja bara, í þessari brekku eru allir þemadagar bannaðir. Já, ég er sammála því. Ég er fer náttúrulega... Þetta er lastið mitt, þetta er skíðafólk á þematum. Skíðafólk á þematum, fuck off. Ég hef farið í svona 12 skíðaferðir ef mín æfi, erlendis. Voru þemadagar? Nei, sem betur, en það var svona tannig væp yfir svona, það var svona stórfjölskylda og það var einn leggurinn sem var alveg svona það er einn sem ætlar að það var líka svo sem að prjóna yfir sig ekki? Heyrðu, það var nefnilega þú sagði mig frá því það var hérna einn nefnilega, maður alveg rifið það upp sko, sem að var maður, vinkonu, frænku mjög langt frá það sem að meika ég líka alveg að nefna það en við fórum hérna á Leifsstöð og það var flug og allir ready og náttúrulega beint í bjórinn morgun. Hann er að prjóna yfir sig álóksins leið. Það besta var nefnilega að það var 8 klukkutíma senkun. Og hvað gerir maður? Maður þarf bara að bíða bara búið að kalla út nýja áhöfnir. Það var bara veikur flugmaður, last minute eða eitthvað á vélinn sem var að koma, það var eitthvað major ves. Og heyrðu, þú gerir 8 klukkutíma, þú þarft að bíða flugvellinum. Þú veist. Og hann er strax komin nokkur bjóra inn þarna nýri familíunni já, svona komin í gegnum svona eitthvað smá krókalegi 8 klukkutímar eftir hann fer að negli sig og hann fer að rífast í frængonum og hann er svona slefullur hann deyr í vélinni hann vaknar í þú veist fucking Salzburg eða eitthvað dauður, það þarf basically að bera hann inn einhverja rútu maðurinn er basically að vakna, hann er basically að deyja á Leifsstöð og vakna á einhverju hóteli í Vagrein eða eitthvað með einhverjum heilli fjölskyldu sem hann tilheyrir ekki þekkir engan, nema bara búin að brenna alla brýr leið fyrsti dinnerinn var þetta ekki eitthvað svona maki einhvers? Jú, nýrinn fyrsti dinnerinn var svo stífur hann var þarna eins og sko, hann var hakkaður allir náttúrulega að horfa á hann og bara Jesús hvaða vissan alveg, tók að þú veist
hann fann fyrir það fólk var að dæma hann en hvernig var hann, nema ég hefði verið úslega meður Kotti bjór, afréttara fyrir maður sé yfir þetta en hvernig var hann svo restina af ferðinni? Hann var skömmustulegur hann var smá lítill í sér alla ferðina, það var ekkert mikið verið að þú náttúrulega leggur svolítið þú leggur línuna þú ert þunnur allar ferðina þú nærðu aldrei sama flugi nei og einhvern veginn líka að þú skýtur svona upp á bak þú veist einhver svona móðgengur og frængur degi vélinni, láta bera sig svona hálfveginn þú einhvern veginn þú þarft að vera svo mikill snillingur til að koma tilbaka það er fjórir sem getur þetta sko. Og það er og ef þú líka skýtur svona upp á bak þá ertu ekki það klár held ég nei, ég held að sko, misreikningur sko. ég held að við sem erum góði glasi og kunnum okkur þú veist að einhverju leiti nema þegar maður móðgar þú veist starfsfólkum í stúkunni en ég held svona yfir höfuð þú veist ef maður kann að meta aðstæður þá ertu með svona félagslega hefni svona fólk þú veist nei þú ert að vera mjög hæfur ég ætla að segja að þetta hefur bara verið alveg royal skita og hjá okkar manni og þetta er skíðaferð og hann enn í dag partur af einhver svona fjölskyldu ég held ekki þetta er nefnilega skíðaferð að væpið sko. Þetta er það besta líka með skíðaferðir ef þú skýtur upp á bak að það er rosa erfitt að fara líka tilbaka þú veist, þú ert sko oftar en ekki er þetta bara svona vikuflug fólk fyrir að forðast þig sko en þetta er líka sko, þú getur einhvern veginn ekki náð þú getur farið til Kaupmannahafnar og skýtur upp á bak og eiginlega tekið flugferð 4 tíma setna heim þú veist, verið einhvern svona, nú ætlum bara stimpla út úr þessu ferð afsækja mig, ég er farin ég reyni aftur næst þú veist, og svo bara, þú veist, ertu farin upp á Kastrup og þú ert með svona 8 flugferðir í boði en að við erum einhvers þær í Ölpunum þú veist, þetta er í raun og veru bara, þú veist, Æslandi flýgur viku og sækir svo fólkið bara Verona, Innsbruck eða eitthvað annað sko, þannig að aftur og svo erfitt að komast með liðinu, lendir með þeim í stólunum það er okkur og það er, ég meina, hvað er stólinn langur? Það getur verið, ef það kláður er það bara veit ekki, alveg hátt upp í 10 mínútur ef þetta fara allarleið sko. En þannig hefur verið 10 mínútur sem pressa aftur hann gerði það ekki hélt hann bara kjafta allan tíman basically sko og í því líka lúser þetta var lélugu pappir ég held að honum hafi verið sparka virkilega lélugu pappir en þetta er nefnilega skíðaferðin sko þetta er feelingurinn oft og svo snýst þetta mikið samfélagsmiðla og það er verið að kaupa nýjasta gallan og ég segi last á það ef þetta er skíðaferð, farið í hólsum skíðaferð verið í feeling en þetta þarf ekki að vera svona mikið stöðutákn nei að því ég held þarna líka talað að sitja nakin á tillanum í gufunni í þjóðverunum og láta einhvern veginn eins og ekkert sé og vera alveg sama ég held að þetta sé sama líka, ég held að þú skemmtir miklu betur því meira sem þú ert einhvern veginn ekki að spá í hvers konar skíða átveit þú ert í nýð þú heldur hversu túpera hárið er í þemanum það er nefnilega 100% rétt ég tek undir þetta Öskudagur, hvað er að vera? Ég á einn af minnum uppáhaldsfrændum já marga en einn af minnum uppáhalds sem heitir Alvin litli sem er svona systur minnar ég var að sækja þau á flugvöllin í gær og hann er vel á róinu allt er góð með það geggjudýpa og hann segir við mig, ég segja hvað sér, hvað ætlar að vera öskudaginn? Ég tek ekki þátt í svona veistu það, þarna fekk hann öll steg heimsins þarna bætti ég 10 skall á jólagjöfuna eða ammælisgjöf bara leið bara og hann líka gerði það sem sjálfsöryggi hann var bara ég tek ekki þátt í svo við sko það eru krakkar að labba hérna við horfum niður á Laugaveginn og það eru krakkar hérna og mér finnst það alltaf læg farið víst krakkarnir að labba ég gerði þetta þegar ég var krakki ég hata þetta en svo er verið að reyna að búa til einhver partí og svona og gælurnar en er þetta ekki búið að missa margs er fólk einhvern veginn ekki meina eitthvað svona Halloween og er þetta ekki eitthvað svona dagur er þetta ekki menningardauði á Íslandi bara já en sko ég á líka það má degi sem menningardauða þegar ég á minningu af því að vera þú veist í einhverju í mjóttinni að syngja fyrir eitthvað það er grjótart að fara í mjóttina já maður var náttúrulega í hjöllunum sko það var rónar að syngja með já þegar maður fór bara í apís og við gæsleiti fóru rónar að ratta það voru ekki rónar þá þannig jú kaffi strætó hvernig læti ég heyrði ok allavega ég segi skemmtið ykkur vel ég ætla að vera í klippingu svo er ég að fara til Barcelona morgun að fara að borða á rosa flottum japansku veitingastað við fáum sögu já við fáum Ríni frá Japanese veitingastað í Barcelona það held ég gaman að heyri ykkur næst sjáum sér naktir í gufinni og ég ætla að láta eitt þátt á Patreonu okkar já, skemmtilegt við erum komið með smá hóp hérna já, örlítinn hóp eitt gamlan þátt sem fyrir ragleiði þanga fyrir það allra hörðustu já, herri, takk fyrir mig, við sjáumst